Gott kvöld, kæru landsmenn. Föstudagsþátturinn kominn í loftið. Það kominn föstudagskvöld. Það kominn þorri, það bóndadagur. Þess vegna ég nú svona fallega dressaður í lopapeysu sem að mákona mín prjónaði og ullarsokkum sem að nágranna kona mín prjónaði líka, ég prjóna ekki. En til hamingju með daginn. Og en það eru málmálana, fréttir vikunar. Við vindum okkur beint í þær og til mín í sófan komin þau Hilda Jana og Jón Þór sem að, já, gamalgrónir áhorfendur N4 ættu nú að þekkja vel. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og til hamingju með daginn. Já, takk sömuleiðis. Já, til hamingju, elskurnar mínar. Óþakkaði fyrir elskan mín. Jæja, hvað segið þið? Hvað eru uppáhaldsfréttirnar ykkar í vikunni? Uppáhaldsfréttir. Ég held að ég verð að segja að allar sögurnar hana Rósulind í Háskóla Íslands og þessar fallegu sögur tengda þessari fallegu kisu og þessari tengslum sem hún hafði við háskólasamfélagið, svona í alvörunni. Já. Bara ef við tala skemmtilegar fréttir. Já, akkurat. Þá finnst mér þetta í alvörunni standa upp úr. Að sjá rektorinn, kennarana, nemendurna og alla tala að þessi kisa hafi tengst samfélaginu svona mikið sem að þetta hefði náttúrulega aldrei gerst nema því að hún fékk að ganga frjálsum. Akkurat. Fallegt. Það er búið að setja tóninn sem við talið hérna. Þar talaði bæjarfulltrúinn. En þetta er náttúrulega mjög svo pínu trist frétt líka samt. Já, ég á þó nokkra Facebook-vinni sem að felldu tár og postuðu mynd af ketti og ég þurfti aðeins að lesa mig til. Men þegar ég var í HÍ ég man nú ekki eftir þessum ketti en hann kannski var ekki að plá okkur mikið þarna. En svo var dóttir mín að segja að það væri svona kisa líka í menntaskólanum á Akureyri. Já, sem kæmi oft í heimsókn og krakkarnir þætti ægilega væntum. Mér finnst þetta eitthvað skemmtilegt. Þetta er fallegt, en það eru dýr dásamleg. Mín uppáhaldsfrétt vikunar einmitt dýratengdi líka. Hún reyndar ekki frá Íslandi, hún frá Tyrklandi. Stórkostlegt. Það er sem sagt, það er tyrkneskur kúabóndi sem að lét hanna fyrir sig, eða fyrir kýtna sínar, sýndarveruleikaglerugu. Og þær eru allar með sýndarveruleikaglerugu og bara standa allan daginn og horfa á græn engi. Nei. Bara í húsið eða? Já, bara í fjósinu, standa bara og horfa á græn engi og jórtar að segja löngulega fullt en það er mjólka miklu betur. Svona í alvöru? Bara no joke. En þú faraði þá aldrei út, það bara með Já, það fylgdi ekki fréttinni. En þetta var sem sagt til þess að auka nytin og það virðist virka. Ég velti fyrir mig samt hvort það sé ekki pínu valtar þegar þetta er svo tekið að maður fara út. Ég meina, þú veist, maður verður pínu ringlaður þegar maður setur svona upp. Þetta er samt algjört brjálið að maður hugsa líka bara tæknibyltinguna bæði hjá mannskepnum og dýrum, með alvöru heiminn og hinn heiminn. Við búum eiginlega orðið í tveimur heimum eins og úr einhverju vísindaskálds. Það er þannig og þessi heimur eru bara að smám saman að sameinast í einn að manni líður þannig sem þú sé bara að fara inn í þennan virtual heim bara svona smám saman. Mærin að verða ólísari. Já, algjörlega. En mér finnst þetta algjörlega galið. En stórkostlegt hugsið ykkur eins og hér á landi þar sem að náttúrulega bara vetur 6 mánuði ársins í það minnsta. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki, en samt eitthvað alveg rosa skrítið. Já. Bara svona væri geggjaðir að gætu bara actually verið úti. Já, ef hvatinn til að senda þér út einhvern veginn minni út af þessu, þá var svona pínu. Já, og vombriðin á vorin þegar það fara út og sjá bara, þú veist. Það eru bara eitthvað, daglegt brauð. Það gerist. Já, einmitt. Nei, þetta ekki, ég EM í handbolta, er það ekki svona einn stærsta frétt ykkur, er það ekki þannig? Það er prósak þjóðarinnar í COVID í janúar. Hugsið ykkur þess að dásalveg sendingu. Þessu blessuðu COVID-fréttum, maður næstum nennir ekki að tala um þær, en EM er það sem er búið að veita manni neista til að lifa af þennan dauða sem er einhvern veginn í gangi. Og ekki bara núna, hvernig janúarinn fættur öðrum gegnum tíðina og maður oft hugsað að fá þessa guðsgjöf í janúar sem EM og HM eru til skiptis í svartasta skammdeginu er náttúrulega algjör snilld. En núna, í þessum hörðu samkomutakmörkunum og heimsfaraldri, þá er þetta náttúrulega bara þvílík snilld, Já, algjörlega og fá, þú veist, þetta mót og þetta lið. Þetta lið. Þeir eru svo skemmtilegir, þetta er svo frábærlega vel spilandi sóknarlið. Já. Það er langt sem ég haft gaman að því að horfa á íslenska handboltalandsliðið.
og samt gaman og ekki gaman, því að hversu mikið taugaáfall, maður þarf sprengitöflur og blástuspoka í gegnum þessa leiki, sko. Já, ég hef ekki þorað að púlsmæla mig í lok leikjar, sko, ég þarf bara eitthvað, heyrðu, nú fyrir við út að hlaupa á gönguskíði eitthvað til að ná niður hérna til streitunni, sko, nei, þetta er geggjað, sko, þetta er geggjað. Það er líka svo gaman einhvern veginn, sko, þegar með öll okkar landslið, þetta fyrir svona árangurinn fyrir svona bylgjum, þú veist, rosalega góð. Svo svona aðeins staprari og verður svona, þú veist, nýliðin og svona eins og gengur. Já, það er bara uppbyggingarstarf núna lengi. Já, nákvæmlega hefur verið, sko. En maður sér núna, þetta er bara einhver neisti sem hefur ekki verið bara frá því Peking eða eitthvað, sko. Þetta er bara ótrúleg liðsheild, sko. Og hérna, þetta er smáflottir. Já, það er glæsilegur. Það verður að gefa 5 og læti út allan völl og stemning, sko. Já, og sóknin bara, að sjá henni sóknarleik. Já. Því við höfum nú alveg átt líka svona varnarsinniða lið. Já. Þarna erum við að sjá allt í einu bara lið sem er með lausnir á öllu. Maður er aldrei áhyggjur af því að þeir verði hugmyndasnauðir eða finni ekki einhverja leiðir, sko, í sókninni. Það er nefnilega, nú hafa mætt alls konar, þú veist, alls konar liðum, alls konar vörnum og maður svona missir aðeins móðinn, ekki þeir. Það er hérna eins og Gísli og fleiri, þeir einhvern veginn smjúga sig, frábært að horfa á, dásamlegt. En það sé maður að landin er yfir sig hamingjusamur. Já, og ég held eiginlega hvort sem hefur áhuga á íþróttum eða ekki, sko, þú veist, það þetta saminur okkur alltaf, sko. Já. En sko, nú er þetta föstudagsþáttur. Þetta er föstudagsþáttur. Eigum við að vera með játningu, bara svona því að þú veist, við erum rosalega glöð akkurat núna. Við erum bara eitthvað, þetta er að veita okkur svo mikla gleði. Já. Á ég að rjúfa þetta. Sko. Kæru vinir, þegar að þetta fjall er tekið upp, þá er ekki búið að leika leikinn við Dani. Og við erum með gögnum hildar yfir COVID. Já, og það eru bara komin 3 COVID-smitt staðfest í liðinu. Akkurat núna er komin 3 smitt. Og nú erum við að vona að leikurinn á eftir, á móti Danmörku, vinnist og engin fleiri greinist. En staðan á hérna eftir sólarhring gæti orðið önnur. Gæti orðið önnur, þess vegna þurfum við aðeins að taka... Já, en burtséð frá því, þá hefur þetta verið frábært. Og agalega gaman að fylgjast með þessu og verður áfram. Ég meina þeir eru að fara að spila, sko, 4 leiki í þessu milliriðli og þetta verður bara algjör snilld. Og hversu gaman er líka að fylgjast með áhorfendunum. Þú veist, fullt af fólki meðal annars hérna frá Akureyri. Að sjá stemminguna á pöllunum bara... Ég elska líka og maður fann svo fyrir því sérstaklega eins og kannski í enska boltanum þegar áhorfendurna vantaði. Hvað þetta var miklu meiri hluti af leiknum heldur en allan að ég áttaði mig á. Þegar maður fór að horfa á tómaleiki. Algjörlega. Enda sko hraðin í handboltaleikunum er þannig að þú veist, ég missi mig hvergi á leik, raunaðstæðum eins og í handboltanum. Nei, sammála. Ég kem hásastur út af svoleiðisleikin. Ég held að flestir séu þar, sko. Þetta er þannig sport, sko. Það er bara þannig. Svo bara, þú veist, vonum við að fleiri smítist ekki og við... Hvernig fer Danaleikurinn? Tökum við þetta? Við ætlum að taka þetta 30-28. 30-28? Það eru tölur? Ég er að segja það ef maður kemur undirbúin í hérna þá. Ég skil. Já, ég held að við vinnum þetta 28-27. 28-27? Já. Ok. Ég held að verði svona spennustig í þessum leik og ég held að verði ekki jafn mikið kannski skorað og stundum áður. Það verður spennustig? Þú spárið ekki að við rúllum yfir þá? Nei, ég spáði því ekki. Alls ekki, sko. Alls ekki. Þetta verður mjög erfitt. Verðum mjákvæð. Þetta var víst yfirskriftin á könnunum viðhorf til fólks til frjálsra útiveru hjá Kísum. Þú ætlar bara að halda áfram með þetta? Já, ætla bara að halda áfram með þetta. Það er að vera mjákvæður. Við förum mjákvæður inn í helgina, krakkar mínir. Dásamlegt. Við förum mjákvæð inn í helgina. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Hafa það gott.